Harðfiskur sér íslenskt fyrirbrigði og sannkölluð ofurfæða. Margir smábátasjómenn hafa haft harðfiskframleiðslu sem hliðarbúgrein og við hjá Suðurnesja magasíni höfum fengið nokkrar ábendingar að einn besti harðfiskurinn á landinu væri framleiddur í Sandgerði undir nafninu Stafnes harðfiskur. Stafnes nafn á litlu hverfi getur við sagt við ströndina suður frá Sandgerði. 3 smábátasjómenn á bátunum Adda Ava og Guðrúnu Petrínu GK vinna þetta í sameiningu, sækja sjóinn og vinna gæða harðfisk og í orðsins fyllstu beint frá bát. Hvað leyndamálið á bak við góðan harðfisk? Já, ég segi bara leyndamálið held ég sé bara hráefnið sem þú byrjar að veiða. Frá því þú byrjar að taka það inn af línu og annað, að hugsa það alveg frá A til U, að kæla fiskinn blóðgan og koma hann sem fyrst í kælingu. Það lykilatriði að hráefni sé gott. Halldór, nú finnst mörgum harðfiskur dýr en góður, en hver skýringin á bakvið verðið á harðfiskinum út úr búð? Já, það örugglega hráefniskostnaðurinn og annað, eða sem sagt að þú ert með kannski tonn af bolfiski upp úr sjó og þú farið ekki nema 60–70 kíló af harðfiski út úr því þegar upp staðið. 6–7% nýting? 6–7% nýting, já. Það svona nokkurn veginn. Sumir að komast upp í 10% og það náttúrulega bara misjafnt, en við erum á þessu bili, 6–7%. Já, við heyrðum það að þið væru með albesta harðfiskinn á landinu, en hvað kílóverðið það? Kílóverðið hjá okkur núna í kringum, ég held að sé 11 eða 12.000, eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum að tala dýra, eins og dýrasta nautalund kostar út úr búð? Já, akkurat. Við erum við tökum þetta eins og bændarnir, þeir eru með þetta beint frá bíli, en hjá okkur þetta eins og við köllum bara beint úr bát. Við erum að veiða fiskinn sjálfur og verka hann alla leið og koma hann alla leið í bókana sjálfur. Þið eru saman félagarnir að þessu. Þetta svona eins og við kallaðum beint úr bát. Þetta svona smá handavinna hjá okkur? Já, þetta bara, við erum náttúrulega bara trillukallar, smábátakallar og við erum ekkert að róa margar úra í mánuði. Þannig að okkur vantaði kannski svona einhverja hlíðarafurð til þess að hafa eitthvað að gera með, þannig að þetta hentar okkur mjög vel. Við erum kannski að róa stundum 2–3 róðra í mánuði, stundum í viku fyrir 1–2 róðra í viku og þetta fínt að geta dundað við að flaka og græja fiskinn og pakka eftir pöntunum og annað. Hvaða stærða fiski er mest notuð í harðfiskinn? Já, við erum allavega að nota þessa smæðstu ísu sem við fáum. Það þessi ísa frá bílinu frá 800–900 grömm upp í 1200–1400 grömm og annar fiskur hjá okkur fer á markaðinn, þannig að þetta bara nýtast vel hjá okkur svona. Þú ert með bát og félagarnir eru með bát líka, þannig að er það búið til harðfisk úr fiski úr 2 bátum, eins og maður segir? Já, við erum að nýta alla smávísuna af okkur báðum, en eins og maður segir, við erum lítið að róa bæði út af veðrum sem hafa verið núna frekar erfið og svo kvótamálin að fá leigðan fisk, þannig að við erum í vandamálum, þetta svona lúxusvandamál hjá okkur í dag eins og við köllum, við önnum ekki eftirspurninni eftir fiskinum, en við erum náttúrulega í vandræðum að fá leigðan kvóta til þess að geta veitt og komumst þar að leiðandi lítið á sjó og getum lítið framleitt. Eru margir trillukallar að gera þetta á landinu? Já, ég veit allavega nokkra félaga mína sem eru bæði á Borgarfirði Eystri og það Breiðdalsvík. Svo var í Grindavík stjörnufiskur, þetta eru mikið smábátamenn hef ég heyrt og sem eru með þennan fisk, en stærri vinnslur eru líka til og þeir eru náttúrulega að nota kannski hráefni beint af mörkuðum og annað og það örugglega ekki auðvelt að fá hráefni í harðfisk í dag, hann mjög dýr. En þetta holl vara, þetta holl snakk eins og við segjum? Já, þetta mjög holl vara og þú færð ekki treinna prótein og annað og úr fiski og annað og þarna ertu búin að þurrka allan vökva úr fiskinum, eins og maður segir, þú ert komin í bara 6% af því sem upphaflega hráefni var. Og svo erum við líka náttúrulega að nota salt frá lífsalti sem miklu minna natrium, það 60% natrium í þessu salti, þannig að það mikið minna fyrir fólk sem með hærri blóðþrýsting og annað, þetta mjög góður vara fyrir það. Þannig að þetta bara, ekki að flokka þetta bara undir hollustu vöru, algjörlega. Þetta allt saman línufiskur þegar sem þið notið, þannig að þetta verður ekkert mikið betra? Nei, þetta hráefni sem við erum að veiða náttúrulega, þú færð ekkert betra hráefni, bæði handfærafisk og þennan fisk á línunni, þannig að þetta ekki mjög löng lína sem við erum með, þannig að við erum oft ekki nema 5–6 tíma að draga línuna
og fiskurinn, þú færð hann ekkert ferskari í land og þú ert komin í land kannski eftir, frá þú ferð í róður eftir 6-8 tíma, 10 tíma. Þannig að, og handfæra fiskurinn, þetta bara besta hráefni sem getur fengið, þú færð það ekki ferskar. Jæja, hvað segja skipstjórarnir á Adda Afa sem að næri þennan fisk? Er þetta beint og bát í fisk, í poka, segir við? Já, þetta bara svoleiðis. Þetta bara svipað á nautakjöti beint frá bíli, en þetta bara fiskur beint í poka. Er þetta skemmtilega auka búgrein hjá trillukollum? Já, þetta bara flott fyrir okkur að gera þetta inn á milli og við höfum gaman að þessu. Það aðalatriðið. Og Jón, þetta menn að tala gæðin á þessum fiski? Já, þau eru bara alveg, myndi ég segja upp á 10. Við kælum þetta vel og við fylgjum þessu alla leið frá bátnum og í pókana, eins og segir. Þetta á að vera, við berum ábyrgð á því. En við köllum það að menn séu virkilega að gera alla hluti. Það er ekki mikil yfirbygging á þessum bát ef við tölum starfsfólkið í fjölda að þegar fiskimennirnir sjálfur eru komnir og fylgja harðfiskinum alla leið. Nei, þetta er ekki margir. Tveir gamli kallar á hvorum bát og við höfum þetta af allavega. Ágættir svona auka búgrein? Já, þetta er bara mjög fínt. Men við erum í upphafi ásjarna. Það er ágætt að við séum að vekja athygli á harðfiski sem svona, hollu kvöldsnakki. Já, þetta er fínt svona í hófi allavega. Ég borðaði þetta á kvöldin og svona, ég veit nú ekki hvað meðal maðurinn getur borðað mikið af þessu í einu, en þetta er allavega, þú færð ekkert mikið hollari vöru. Þetta er allavega skárra heldur en leys. og svolítið smjör með. Já, við klikkum ekki þetta smjörinu. Það verður að vera. Það er ekki verið íslensk smjör með þessu? Jó, helst svona fyrir þá sem að 50-50 smjör og harðfiskur. Hvernig staðan búin að vera á svona fiskiri? Hvernig hefur gengið að stunda sjóinu undanfarið? Herðu, það var bara búið að vera mjög gott hjá okkur nóvember og desember. Svo náttúrulega janúar að byrja með svona hvellum, eins og allir finna ábyggilega á húsunum heima það sér. Þannig að veðurguðirnir þeir halda trillusjómönnum heima þegar svona veður er? Já. Þeir ná alveg að sjá það. Stillið þá af þannig að þið getur verið hérna í húsi að pakka og vinna harðfisk á þeim dögum? Já, þetta er svona, við stillum þetta ef við förum á sjó, þá flöggum við daginn eftir og svo eftir 4-5 dagar er þetta orðið þurrt og svo eru pantanir inn á milli og þá pökkum við bara svona eftir pöntunum. Það er bara svoleiðis. Já, við geymum þetta náttúrulega allt í fristir þegar við erum búinir að þurrka og svo bara tökum við út eftir pöntunum og pökkum jafnóðum, þannig að við erum með þetta sem ferskast, þannig að þetta geymist í raun og vera ekkert svona í pokum hjá okkur, þetta geymist allt í fristir og valsað og svo tökum við þetta bara jafnóðum út og þannig að það fer þetta bara eins fest og mögulegt er. Eru þið með hann tvennskonar eða hvernig eru þið með hann í sölu? Eins og að þetta er svona birtist flestum en þá er búið að valsa hann eins og þið kallið en það er önnur aðferð sem þið valsið hann ekki líka. Já, þá erum við bara með hann eins og svona, það er bara óvalsaður og það eru nú svona einhverju gamlir og sem að vilja fá þetta svona, það er hann harður undir tönn en góður. Það kemur annað bragð á hann, það er bara svoleiðis. Meira bragð þá eða? Já, svona, það sé ekki örlítið meira bragð og svona bara öðruvísi áferð og annað en flesti vilja þetta náttúrulega bara fá þetta svona, þetta er ekkert að vera reyna of mikið á tennurnar. Hvenær verður farið næsta sjó? Það er bara fylgst með veðrinu alla daga og við erum ekki að vona að fara að styttast í það, við þurfum að fara að setja í hengklefann. Það verður að fara að þurrka meira, það þýðir ekki annað. Nú varst þú í forsvari fyrir Landssamband smábátaeigenda í nokkur ár. Hvernig upplifir þú stöðuna að vera hjá trilluköllum á landinu? Ég held hún sé nú búin að þrengjast núna undanfarin ári. Það er alltaf að verða erfiðara og erfiðara að bæði að fá kvóta á hana, að leiða kvóta og stórútgerðin er mikið í að kaupa upp þessa minni báta og kvótan. Og þeir eru orðin það stórir og öflugir þessir stærstu bátar í smábátakerfinu. Þannig að þetta er orðið mjög þröng staða fyrir smábátamenn í dag. Og þetta er bara stórútgerðin sem er orðið líka við með þessar heimildir á höndunum í dag.